Hvað að gerast hérna í Origo-höllinni þessa dagana? Það eru Powerade körfuboltabúðir sem ég að halda núna í 17. skipti, byrja á þessu 2001. Hvað sést það sem lagt áherslu á hérna þessa 4 daga sem þetta í gangi? Já, við byrjum alltaf að fara í stöðarþjálfun þar sem krakkarnir fara í gegnum. Núna eru 9 mismunandi stöðvar þar sem við erum alltaf með 9 og 9 þjálfara og það eru þá einhver viss áhersluatriði eins og skot eða vörn eða pósthreyfingar eða fótavinna eða styrktarþjálfun og einhverjar hreyfingar, sérstakar hreyfingar eða sendingar og svo framvegis. Ég heiti Birgir Rafn Einarsson og er frá FC Karvan. Arnór Steinn Leifsson er úr Breiðablik. Og hvað þetta er 3. dagur, hvernig þetta búið að vera hingað til? Bara mjög gaman. Það var búin að vera gaman sko. Eitthvað sérstakt sem að þið takir svona, sem er búið að sérstaklega skemmtilegt? Varnaræfingarnar, sérstaklega varnaræfingarnar og skotæfingarnar. Ertu mikill varnarmaður? Já, mér finnst það. En já, mér er alveg ágætur vörn. Fyrirmyndir þínar einhverstaðar hérna? Já, Frikki, það dribblar eins og hann. Já. Það reyna að vera eins mikið. Senda og dribbla og spila vörn bara. Hjálpa liðinu mínu eins mikið. Það er gett. Þú tekið eitthvað sérstakt út úr þessum æfingum hérna? Já, það er bara búin að vera varnarræfingar á Jordan-mói. Er það Jordan? Er það eitthvað sem að þú ætlar að vera jafn góður á Jordan svolítið? Já. En þú ert núna, eins og segir, í FSU búningnum. Er þú aðalmaðurinn núna til að drífa liðið áfram? já, ég er aðalmaðurinn. Það er greinilega allt lagt í leikinn að þú séu æfingar búið. Já, þetta er svona velun sem þið fá eftir stöðarnar. Þið taka mjög vel á því stöðunum og ég er búinn að fara bara mjög víða í æfingabúðir erlendis og mér finnst rosalega gaman að heima. Það er svona nánast undantekningarlaust að krakkarnir eru rosalega duglegir hérna heima sem kannski ekki alltaf úti. Það eru oft einhverjir sem eru ekkert alveg rosalega duglegir og auðvitað leynast einhverjir á milli sem eru kannski mætti alveg vera duglegir en svona upp til hópa alveg rosalega duglegir krakkar á Íslandi. Ég heiti Ingunn Erla og ég er frá Val. Ég heiti Áslaug Edda og ég er frá Val. Ég heiti Katrín Perla og ég er frá Ármanni. Og er þetta fyrst skipti sem að koma á þessar búðir hér? Nei, 3. sinn. Í 3. sinn og alltaf er gaman? Já. Og hvað er svona skemmtilegt við þessar búðir? Bara að spila og skemmtilega stöðvar. Er eitthvað sérstök stöð og æfing sem svona stendur upp úr? Fitnessstöðin. Mér finnst svona frákastastöðin og örugglega bara skotstöðin og varnarstöðunar. Já, mér finnst dribbstöðin og fitnessstöðin. Fyrirmyndin er einhverja körfubolta, hver er það? Helena Erla. Og nú er Helena þjálfari hérna, er svolítið skítið að hafa hana með? Já, alveg pínu. Ertu búinn að gefa henni high five og svona? Nei. Og drífið í því? Já, bara Gugga og Helena. Nú er hún hérna líka, er eitthvað skrítið að hafa hana hérna með? Smá. En þetta þú með eitthvað svolítið? Nei, ég veit það eiginlega ekki. Það er sönd að skipta með þetta með flott þjálfarteam inn í dag og talaði við stelpur aðeins og töluðum að fyrirmyndin er að vera Helena Sverris og hún er hér. Þannig að hlýtur að gefa ákveðið krydd að vera með fyrirmyndir og leikmenn sem að þekkja. Já, ég segi oft þessa sögu. Þegar Helena var Norðurlandameistari 2003 þá kom hún heima á sunnudegi og mánudegi byrjuðu æfingabúðirnar og þá var Helena mætt í æfingabúðirnar 16 ára, 9 ára Norðurlandameistari, besti leikmaður á Norðurlöndunum og hún kom 16 ára og ætlaði að bæta sig, halda áfram að bæta sig og hún er frábær fyrirmynd og náttúrulega geggjað að fá hana hérna í búðirnar og hún er búin að vera mjög dugleg að koma og vera fyrirmynd fyrir stelpunar og náttúrulega strákan líka og það er bara frábær fyrirmynd.